Hristu hlustendur, þetta hlaðvarpið 2 á toppnum með Oddi og Tóta. Þetta þáttur #117. Hristu hlustendur, það mjög gott. Já. Ég hugsaði mikið það fyrir þennan þátt, hvað myndi segja. Já, og var ég nálægt því. Já. Þetta var mjög nett, bara mjög vel árið komist. Eldheitu hlustendur, ég vissi ekki hvað það ætlar að gera, sko. Já. Þannig ég sáttur. Hraunbrenndu hlustendur. Já, nákvæmlega. Skjálftahræddu hlustendur. Nákvæmlega. Já, þannig að af því að við ætlum að tala eitthvað aðeins eldana. Er það ekki? Já, þess vegna erum við hristir. Við erum báðir búin að sjá hana. Já, heldur betur. Ugla Hauksmar, það þvílík innkoma hjá henni. Já, alveg bara rising star. Já, ég veit að þú veist, það tengist eldunum að þegar hún að leikstýra Alien Earth, nokkrum þáttum. Já, mér syns hún leikstýra 2 af 8. Það bara einhverju bestu þættinir í seríunni, sko, sem alveg unbelievable. Já, og mjög rauninni ólíkir, sko, hún leikstýri þáttum 4 og 6. Já. Og 4. þátturinn svolítið svona karakterdrifin, ekki mikið svona alien aksjón, sko. Svona, og það einhvern veginn tekst ótrúlega vel að halda manni við efnið og bara, ég veit ekki hvað galdur þetta en maður kynnist persónunum einhvern veginn. Við vorum næstum því búin að fá Uglu í þáttin. Næstum því. Já. Svo kom eitthvað upp á. Já, hún er vist, sko, á Spáni. Já. Að vinna í einhverju verkefni. Akkurat. Og ætla að vera á línunni en það breytist eitthvað. Já. Svona dagar kvikmynda gera fólks, það kemur ýmislegt upp á. Þetta náttúrulega aksjónbransi. Já. Og svona listins ómögulega og óvænta. Akkurat. Kvikmyndabransin. Heyrðu, en hvað? Við erum ekki á 50. Nei, við erum á nöbrum september 1. degi. Já, það rosalega kallt, þetta kom mér óvart. Ég fór út að hlaupa á hann, á þess að fá mig kaffi að búið heima og ég mæla ekki með því að stunda líkamsrækt á þess að hafa fengið svo koffín, Tóti. Ég mæla ekki með því. Okay. Og sérstaklega ekki í þessu roki, ég ennþá svona að stilla mig af, þú veist, að það feels like 0, þú veist, það eitthvað 5 gráður feels like 0, það alveg kaldasti dagurinn í þetta ár, hinga til, meina ég, þú veist, ekki þetta ár, en þú veist, þannig að veitu að þetta haust. Samkvæmt einhverjum áreilum tölum eða tilfinningu þinni? Já, þetta haust, áræðanlega tilfinningar og tölur. En ertu með 2 kaffibolla hérna? Já, ég með 2, ég verð að drekka, ég verð að fá allt kaffi. En já, það ekki dægilega kallt. En svo fallegt veður, svona gluggaður, þetta svikult og breiðult. Já, allavega búið að vera, það var líka skítkallt í gærmorgun, sko. Ég pantaði mér á internetinu einhvern veginn í sumar, ég svo fórsjátt, sko, pantaði ég svona duggarahúfu, svona svo Jack Nicholson með One Flew Over the Cuckoo's Nest. Hvað þýð það? Hvað þýð það? Bara húa eins og Jack Nicholson með One Flew Over the Cuckoo's Nest, svona duggarahúfa. Okay. Og ég búin að þurfa að vera með hana núna í 2 daga. Helvíti góð. Duggarahúfa, ég hef aldrei Það er svona bara potluck. Er þetta ekki bara venlega húfa? Jú, örugglega. Bara venlega húfa? Já, ok. Ef að hlustendur googla núna duggarahúfu, það kemur mynd af venlegri húfu. Já. Þetta það sem við köllum húfa. Já, ok, en ég var að panta mér húfu í sumar á internetinu. það það sem ég finnst, sko. Já, og svo þetta var eitthvað one size fits all, það var stór hættilegt að kaupa eða panta flíkur á netinu. Húfur passa aldrei á mig. Nei. Ég með eitthvað skrítin haus. Já, ég líka, þessi one size fits all, en svo hún svona mjakast alltaf hægt og rólega upp af hausnum eiginlega. Classic. Allir ég sem ég hef alltaf varðið ég sé eitthvað höfustór, sko. Þetta húfu vandamáli. Ok, en ég ekki einn í því. Robert Redford látin. Já, hann var náttúrulega orðinn svolítið gamall. Já, 89 ára. 89, en enga síður maður. Alvöru nafn. Já, hann náttúrulega bara einn af þessum sem má kalla bara alvöru filmstar. Bara í morgun þá sendi ég gifið með honum, þar sem hann þú veist, með síðahárið og skeggið og nikkar svona hausnum. Þú veist, bara í morgun, sko. Þetta legend. Já. Bara í morgun. Já, gifið. Just this morning, þetta ensku skot í tungumáli. Já, það svona hreyfimynd. Ég meina í morgun, fyrir skemmstu, fyrir örskömmu. Jésús. Já. Nei, hann og hann meiri segja, það er rosalega líka, sko, flinkur leikstjóri
og náttúrulega einn stofnenda Sundance kvikmyndahátíðarinnar hann skilur eftir sig spor víða í þessum blessa kvikmyndaheimi. Hvað var svona skoðar eins og síðustu hlutverkin, hvað hann búin að vera að gera? Já, ég var ekki síðasta myndi sem leik í Avengers Endgame hann náttúrulega hann tókst að komast í tróið hann var í Marvel tróinu en lítið góður sko. Og náttúrulega kannski svona þekktustu hlutverkum hans náttúrulega Sundance Kid í Bootscast í enda Sundance Kid Hens Sundance kvikmyndahátíðin og hann náttúrulega búkar líka bjó í Utah. Já, ok. Því ríki sem hefur verið í miklum brennideflum. Þessi cursed ríki. Og á Sundance, búkarinu sínum, þetta svolítið gegnumgangið sko. Svo var hann í Sting og þeim báða með Paul Newman sem var annar svona elegant bíótöffari sko. Hvað uppáhaldsmyndið með honum? Redfordinu. Ég held að hljóta að vera Bootscast í enda Sundance Kid sko. Ég er alltaf búin að horfa oftast á hana af þeim myndum sem ég sé með honum svo náttúrulega Sting, alveg fáránlega góð líka og svo 92 var hann í Sneakers það var svolítið góð mynd með Sidney Poitier, River Phoenix og Dan Aykroyd njóstnara eitthvað og það var eitthvað svona tölvuhakk í henni sem var náttúrulega þá í árdaga þess bransa og ég sá á Facebook að Halldór Auðar Svansson hann hrósar myndinni fyrir að þetta stóðst sko, þetta var ekki eitthvað svona bullshit tölvutækni sko eins og í Hackers já, var það Angelina Jolie og Johnny Lee Miller já, góð mynd sko en já kannski total bullshit hann að blessu sér minning hans hann var alvöru og töffari galið að við séum ekki með sérþáttum hann já og nei við náttúrulega bara getum ekki verið með sérþætti getum ekki gert allt nei við getum það bleið ég líka uppáhaldsmyndi mín með honum er Captain America Winter Soldier sko. já ég hef ekki átt neitt ég hef ekki haft neitt erindi í þann þátt sko. nei ekki nema Winter Soldier það var náttúrulega ein besta langbesta Marvel-myndin langbesta Marvel-myndin eiginlega klálega svona political thriller nánast og hann var svolítið svona problematískur karakter hann var ekki droslega góður nei hann líka það er náttúrulega búið að testa ríki af einhverjum nokkur ára komnum ummælum sem Trump sko raskelti Trump náttúrulega algjörlega það má ekki nei það var grafið upp núna en það er ekki hægt að cancelera Robert Redford hann er hættur ekki lengur hann er dáinn er allt bara að verða crazy í Bandaríkjunum og þar með talið Hollywoodinu okkar bara Samuel Karl Ólason góðvinur þáttarins og blaðamaður á Vísi hann tók einmitt saman á Vísi hvernig spjallþátta af því að Jimmy Kimmel var náttúrulega cancelled sem er unbelievable þetta er stofnun í bandarísku samfélagi og í sjónvarpi sko þetta er galið ég held einhvern veginn að hann er í síðasta víði sko hann er í síðastur ég held að hann er bara síðastur út sko hann er búin að vera með hann þátt í bara lengstan tíma sko af öllu sem er núna þannig að þetta kemur ekkert eðla mikið óvart þetta er ótrúlega skrítin þróun og maður veldur fyrir sig hvort að fólki sem var alltaf að væla yfir cancel culture hvar það er núna sko er það ennþá ég að pröfa þessu ég veit það ekki við kannski nefnum ekki að fara í menningastriði nei en þetta sé bara á báða bóa það er alltaf bara þeim réttu er cancelað af þínum að þá er það allt í lagi sko. Og sko mannréttindi eiga að vera algild allavega þannig hef ég skilið þetta hingað til sko og málfrelsi þetta er orðið mjög loðið hugtak og afstætt bara það er mjög afstætt bara málfrelsi það er einhvern veginn bara fyrir þá sem ég fíla einmitt og þetta er náttúrulega eiginlega bara þetta er ekkert að gera neitt fyrir minningu Charlie Kirk sko að þetta er nú Maga Nation sem er á yfirsnúningi það sem ég á erfiðast með alla þessu umræðir hvað þetta er ótrúlega súr umræð sko. Hvað er allir reiðir á alla bóða sko
það engin einhvern veginn, það engin sigur í þessu og þetta umhverfið náttúrulega í Bandaríkjunum sko, maður hlýtur að geta sagt það, þetta að sé verið að sko, þú veist taka sjónvast þetta daskra út af einhverju óhefnilegu orðalagi hjá þáttastjórnendum, skilur þú veist. Já, og svo sem eins og þeirra sem einhverjum þykir óhefnilegt. Já, eins og þeirra góða fólki var að vera með sínar herferðir til að fá einhverjum kansilega rekna, sko. Þá, það er ekkert hægt að biðjast afsökunar eða, svona, einhvern veginn bara, ég slipa á þetta. Nú er náttúrulega ríkið í þessu, sko. Já, það er stóri munur, sko. Það er eitt að einhver þrýstihópar láti illa og hóta að segja upp áskriftum eða eitthvað þannig, en þegar sko ríkið farið að stunda þetta, þá erum við komin á mjög hættulegt svæði. Það er ekki gott, sko. Og svo líka Stephen King. Stephen King bara í deep shit. Nú, byrju, hvað er þetta? Þegar hann hafði eitthvað rangt eftir, sagði á X eða Twitter að Charlie Hayden Kirk hefði talað fyrir því að samkynhneigðir eru grýttir, svona eins og var gert í biblíunni. Það mun víst ekki hafa verið nákvæmlega þannig og hann dróði þetta tilbaka og tók út færsluna. En það too late. Já, ég held að það sé búin að missa sko 2 bíódíla bara, það er búið að setja einhverja $1,000,000 tölu á hvað þetta slip of the fingers á lyklaborðinu hafa kostað hann, sko. Bara út frá svona fræðilegum sjónarmiðum, bara finnst mér þetta svo áhört, hvernig þetta gerist, hvað þetta er fljótt að gerast. Skilur, þetta gerist bara, þessi maður er búin að vera Bandaríkjaforseti í 9 mánuði. Já. Og núna er einhvern veginn bara að búið að snúa einhvern veginn öll á hvolf. Já. Og já, þetta er bara, ég bjóst aldrei við þetta myndi gerast allt svona hratt. Nei, það er eins og fyrra kjörtímabilið það bara verið eitthvað svona upphittun, sko. Já. Ég held að það er bara 4 ár af því fulli, sko. Einmitt. Sem var alveg nógu slæmt. Nei, ok, King lendir í vandarum, svo er Chris Pratt, svo er sko hann líka í djúpmuskít. Hann bara Guð að blessa minningu Charlie Kirk eða eitthvað, tala með fallum hann er mjög kristinn og hann er líklega mikill íhaldsmaður. Já, og kristilegt íhald. Og náttúrulega giftur inn í Kennedy fjölskylduna. Þeir eru ekki með dóttur Schwarzenegger sem er þá væntanlega dóttur Arnolds og Mariu Shriver sem að gera hann að Kennedy og það var eitthvað daginn þá var hann að tala um að Robert Kennedy heilbrigðisráðherra væri svo ljúfur og skemmtilegur kall og fekk alveg bara guðsynnar yfir sig fyrir það, sko. Og sem sagt, já, hann biður Guð að blessa vinningu Charlie Kirk og það bara rignir hann bara og þetta verður reikin úr Marvel bara hann má ekki vera Star-Lord í Guardians of the Galaxy út af þessu. Þetta er svo fáránlegt. Já. Chris Pratt, sko, ég er greinilega á enga samleið með honum í pólitík eða heimefnum, en alltaf bara finnst hann bara mjög skemmtilegur leikari. Já. Hressi, svona létti gaur, sko. Virðist vera bara ágætis kall, sko. Já, bara ljúgur náungi og bara skemmtilegur leikari. Hann er ekki óskan einum dauða eða óskað þess að mannréttindi verið tekin af einhverjum hópum og svo hannis. Nei, og svo líka bara þegar Disney sko hætti við Gellan Gina Carano sem var Cara Dune í Mandalorian, ógeðslega töff gæla og bara ferlega cool persóna átt að gera sko spin-off þætti bara Cara Dune, sko. Hún var canceluð. Henni var canceluð og þeir rákan að sögðu upp samningum og svo er hún búin að vinna náttúrulega eitthvað mál gegn Disney fyrir dómstólum sem að Elon Musk fjármagnaði. En þú veist, aftur ég er ekki bara hægt að halda þess aðskildu. Ég er ekki bara leikarar vera bjánar og fíbl og með asnalega skoðanir á þess að þau eru alltaf bara eyðileggja allt. Jú, það sé ekki líklega besta lendingin. Kannski verður það sem kemur út úr þessum ótrúlega skrýtnum tímum sem við erum að lifa akkurat núna, en þó maður hafi vissulega mjög mikla ágræði þegar ríkið sé koma út í þetta. Já, það er náttúrulega það sem að gerir þetta. Og stjórnmálamenni ekki vera að bara ekkert að leggja eitthvað mat á hvað sé við hæfi eða megi segja eða gera, sko. Þetta er nú þótt andlir eða slegt fyrir nokkrum árum. En þykir eitthvað annað í dag? Já, bara hitt besta mál. Svo lengi sem að þetta er mitt fólk sem að heldur vinnunni með aðri regnir. En þetta er eins og með hennar Kimmel og þetta, sko, einmitt. Og hvað er hérna? Er þetta bara sko er Disney, þetta er náttúrulega The Evil Empire, bara svona umhugaðum að
þóknast valdhöfum sko. Það líka hræðilegt þegar fjölmiðlar eru farnir að sko, einhvern veginn hegða sér í samræðu þar sem að þeir halda sig öruggast. Þetta náttúrulega byrjaði sko í kosningunum sko. Þú veist, þá fór hérna eins og Jeff Bezos, hann bara sagði bara Washington Post, hann var eigandi, bara nei, við hérna, bara fyrir þið er ekki að fara að styðja neitt hérna, þú veist að þau hefðu augljóslega bara stutt Kamala Harris, skilur að þú veist það er hefð fara, við fjölmiðlar bara fjölmiðlar bara við styðjum þennan, skilur og þetta er ástæðan fyrir við styðjum hann bla 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 bla, þetta er bara svona dæmi þetta er bara svona, þú veist, þetta er bara dæmi fengi ekki að gera það, fyrst sinn, sem er mjög skrítið þannig að þetta er byrjað fyrir sko þó nokkur síðan sko. En það var ekkit eðlilega að finna því ég horfði á hana í fréttinni hjá Samúli Karli á Vísi hvernig spjallþáttastjórnendur brugðust stjórnendurnir brugðust ég var í talþjálfum sko, gekk ekki mjög vel ég horfði nú ekki allt en Jon Stewart sem er eiginlega kóngurinn sko, með Daily Show hann einhvern veginn hann var með allt settið gilt og svo var hann með hérna, svo byrjar hann bara að segja við erum með glænýjan, bráð skemmtilegan og ríkið samþykktan þátt og svo var hann eiginlega allan þáttin bara Trump er svo frábær og að gera grína á honum og að spila klippur og svo þegar áhörundu var eitthvað hlæja og hann var eitthvað sorry fyrir geðuleitu þetta var ógeðislega fyndið það hefur nú oft í gegnum söguna reynst vel að beita sko háði og íróníu að vegna þess að þá valdi skilur það ekki sko fattar ekki, Trump hefur, heyrðu Stewart er alveg með þetta so much respect en hann er samt bara, hann gefur bara í Trumparinn, bara að þessu verið fleiri þáttum kanslerað og fleiri regnir sko Jimmy Fallon næstur ég hugsa að minn maður Bill Maher verið svo eini sem að tolli inni sko allir Bill Maher segjum þetta hann er nú reyndar óþolandi sákur hann er hún með förðast mjög á síðust árum en ég hef alltaf gaman á hann þetta er svona, þessi típa sem er alltaf svona, veit alltaf betur hann er boomer svona counter boomer nákvæmlega nei, en hann sko hefur náttúrulega búin að gera alveg linnulega skrína Trump allt síðasta kjörtímabil Trumps bara hann hefði ekki haft neitt efni hann hefði ekki haft appelsínugula aban til þess að gera grína en svo fór hann nefnilega í mat til Trumps í Hvítahúsinu daginn og fekk náttúrulega mikið bátt fyrir það sko þetta Kid Rock var milligöngumæður og það og svo náttúrulega er maður ennþá að gera grína Trump en ég held að með því að mæta þarna og segja að Trump hafi bara verið ferlega næs og almennilegur svona góður gestgjafi á er náttúrulega in the clear sko ég man bara þegar við vorum með bandaríkjaforstöðu sem að bara pældi ekki í því hvað fólk var að segja það sko ég sakna þess ég man líka eftir því þegar við vorum með bandaríkjaforstöðu sem að manni fannst vera algjör fátt og lítið að vera vesti mögulega fórseti ever George W. Bush maður bara sér hann í hillingum ég myndi, maður taka 4 ári viðbúið honum það er bara human ráðstin í öllu þú vil en tóti, ég get ekki beðið eftir því og spyrja mig hvað ég er að horfa á hvernig ætlar að gera eftir smá, nei, að ég bara aðeins að gefa einum manni gaum í Hollywood sem er algjörlega að vera störu uncancelable Charlie Sheen þú veist þessi tveggja þátt að heimildamynd hann sem er á Netflix er sko kannski ekki rosalega góð heimildamynd en þetta er alltaf ógeðslega skemmtilegt þetta er fálega skemmtilegt gaman að horfa á þetta og sérstaklega bara gaman að rifja upp þetta voru svo styrlaði tímar 90's sko einmitt og þessi gæi gæti gert hvað sem hann vil gert hvað sem er, alveg bara hegðun og framkoma bara yfirgengileg og í staðan þess að vera í eitthvað standi með að vera kansler eftir eitthvað dópneyksli og vændisvesen, nei, þá bara semur hann bara hæstu laun sem hefur verið greitt leikar í sjónvarpi þarna fyrir 2.5 menn þetta er ótrúlega eitt af mínum uppáldum í þessari tvöföldu mynd var einmitt meðleikarnas í John Cryer hann bara, þú veist, hann var svona eiginlega þoldi hann ekki, það finnst mér að það fáránlega fyndið það er verið óbærilegt að vinna með algjörlega, og svo bara ég er bara fyrir eitthvað svona venjulegur stabíl gaur og ég einn þriðja sem hann var að semjum þegar hann var búin að skýta upp á bak það var ógeðslega góð lína sko. En Charlie Sheen vill gera þetta aftur, hann vill fá reunion serju af 2.5 mann
Þetta var nú helviti, ég man þegar þetta var á stöð 2 þegar hvernig var þetta í sjónvarpinu? Ég man ekki, ég fylgdist aldrei með þessu. Hann hættir svona 2011 eitthvað, Charlie Sheen, og svo halda þær áfram með Aston Kutcher í nokkur ár. Þetta kannski hvað, frá svona 2005 til 2011 sem hann í 6 ár. Þú veist, hann var ég náttúrulega bara lítill, þú veist, eitthvað, 12 ára, 13, 14. Þetta var geggjað sko. Ég fylgdist aldrei með sem þáttum þannig, ég sá svona þátt og þátt, bara tilfallandi. Heyrðu, Gunnar Smári bara labbað framhjá. Nei. Jú. Kommunista leiðtoginn svo. Magna. Sósíalista leiðtoginn, ég tekið þetta tilbaka. Orðað þetta rétt, ég bara held ég að vera að hlusta á. Þú bjóðum inn það. Fyrir hlustendur sem þá rúða hérna í kæliklefanum sko. Það gluggi, það glugga. Það gluggaveður og það mikið gluggaveður, sól, bjart og fallegt veður úti á þessum fallega föstu en fálega kall og Gunnar Smári var alveg bara sem amazing. Já, það amazing. Heyrðu, en sko þessi Charlie Sheen sko mér langar í annan kaffi sko, ég búið með bað. Já, þetta svo áhugaverð saga svo náttúrulega samt maður búin að gleyma því en það náttúrulega skautar og svo hratt yfir allt en hann hefur leikið í alveg fáránlega mörgum góðum myndum og bara amazing sko. Já, Hot Shots 1 og 2 Platoon maður og eitthvað fleira sem bara gleymar í jafnóðum en samt algjörlega eitthvað skauta fram hjá því sem hann hefur gert með bróður sínum honum Emilio SDF. Þeir vildi ekki taka þátt. Nei, það fannst hann og pappan sko, þá að því að Charlie Sheen er náttúrulega búin að vera að gera sína nánustu geðbilaða í 40 ár cirka og Martin Sheen pappans er náttúrulega alveg einstakur maður ég held að hann sé svona alltaf fílaðan sem leikar og ég held að þetta líka solid gaur þetta náttúrulega fórsetin úr Vestving og var í Apocalypse Now en var hann alveg hundblautur og mjög viltur á sínum yngri árum sko en alltaf verið einhvern veginn til staðar að reyna að passa strákinn komur með meðferð og redda honum sko en ég held að þeir séu alveg bara kornfið koka þegar Charlie Sheen segir í þessari heimildum sko, já, Emily og pappi er alveg 100% bak við mig og eru mjög ánægð með mig núna og eitthvað sko, svo kemur bara svona texti. Martin Sheen og Emily Stefs vildi ekki taka þátt í þessara myndar sko, sem maður segir kannski ekki neitt en mér varst allavega þá bara já, ok, það verða þá hólur í þessari frásögn. Ég mitt algjörlega og við rættum með það náttúrulega í síðustöku þegar við vorum með þessa unknown number heimildar mynd. Já. Netflix-formúlan að viðkomandi alltaf innvinklaður í það sem að gerast skilur, þú veist, hvað þýðir það skilur, eins og þarna Charlie Sheen þú veist, eins og þegar hann vildi ekki tjá sig þarna, það var farið þegar hann beitti fyrirvændi konuna sína ofbeldi hann sagði, hún vill ekki eitthvað já, ok samt að svo einkona fyrirvændi var samt alveg sko virkur þáttakandi í þessari mynd sko og bara hún var alveg ágætlega söguna eftir á sko þau voru náttúrulega bæði snargalinn í dópi en já, hann líka bara svona slær svona bara hristir svona af sér bara það versta bara já, ha bara já en nei, en ég var fyrir vonbrigðum að því að ég náttúrulega hef alltaf sko verið Emilio Estevez maður hann var í uppáhaldi á mörg tímabili og það hann var náttúrulega aðal í Young Guns það sem að Charlie Sheen var af hverju tók hann aldrei upp Sheen hann vildi gera þetta á eigin forsendum hann svo Joe Hill sem núna rísandi hryllingssagnaða höfundur og Black Phone til dæmis Horns og eitthvað dót hann svona Stephen King hann veit samt ekki vera Joe King hann Joe Hill til þess að sanna sig á eigin forsendum og það vildi Emilio gera og gerði það ágætlega en samt þú veist hann var í þessu seinna brattpakki í Breakfast Club og St. Elmo's Fire og deytaði Demi Moore og alveg rétt og giftist Paulu Abdul en sko miklu huggulegri held ég maður og svona alveg gaur en katalókurinn eiginlega svona flottari hjá Charlie sko svona track recordir sko. og ég man nú kona sem ég vann með á fréttatímanum dáin núna hún var flugfreyja í den og hún var einhvern veginn á hóteli með Emilio og hann ekki hver þetta var og þetta var svona úti við sundlegin og þá situr Emilio með drikk og að fletta dagblæði og svo kemur bara Jesus, hvað var helvítis fíblið að gera núna þá var litli bróðir í fréttunum
Vá, tjóðlega, það góð sag. Já, góð sag, sko. Einu uppáhaldssögunum mínum frá hann og Charlie í þessari mynd var þegar hann fekk svona sitt fyrsta stóra tækifæri hjá, í 80s myndinni. Já, ferri spjúlasti. Já, og sefur yfir sig. Já. Það var ekkert eðlilega. Það var mjög skemmtilegt. Og komst upp með það. Já, og komst samt upp með það, já, og ákvað einhvern veginn einmitt og spurði mér svo gaman einmitt að því hann spurði pappa sem, hvernig er ég undirbúið með undir þetta hlutverk, þú veist, hvernig á ég að vera, þú veist, og hann bara ekki gera neitt, verður bara þú sjálfur og hann eitthvað, já, ok, og svo gera hann það bara, og þú veist, ákveður að vera bara eitthvað þreyttur, fara seint að sofa til þess að vera ógeðslega þreyttur og eitthvað neginn og algjörlega neglir þetta, sko. Þú veist. Þannig að þetta er skemmtilegt og svo, Er þetta ekki method acting? Kallast þetta ekki það? Þetta er eiginlega method-less acting, sko, því hann gerði ekki neitt, sko. Nei. En svo fannst mér alveg golden að hún kemur fram, hún Heidi Fleiss, Hollywood matamann sem var í blúsandi business í late 80s það var helviti að redda stjórnum vændiskonum. Já. Og ég man ekki, þetta var svona svipuð umræða og með Epstein, þó þetta var náttúrulega allt annars eðlis, en það var alltaf að vera sko, kúnalistin, sko, það átt að vera Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger og alls konar gæjar, sko. Hún skrifaði svo bók You'll Never Make Love in This Town Again sem ég ánvegstar og las í den, sko, skemmtileg bók, en hún fór í jailið og meðan að Charlie Sheen hafði borgað fyrir vændiskonum ferðatekkum og var böstaður og láti inn vera vitni gegn henni. En hún náttúrulega, hún býr ég veit ekki, svona hún var fællega shabby maður. Já, shabby og sko, en svo gaman að hún býr í einhverju svona undarlegu, hippalegu húsi með fullt af fuglum, páfagaukar og svona, svo var hún með hrægama. Við finnst það alveg dáslegt, sko, vultures. Stórmerkileg manneskja og skeri, en ég var búin að gleyma henni, svo gaman að sjá Heidi Fleiss og þetta var svona að horfa á þetta, þetta var svona að horfa á áramóta annál, þetta var svona upprifun á því klikkaðasta sem var í gangi í 90s aðalega. Þetta var náttúrulega, þú veist, það hefur verið skemmtilega fyrir þig líka að horfa á þetta, þegar þetta er mitt 80s, 90s, þú veist, það sem henni er svona springur út, sko, og svo líka fyrir að ógeðslega fyndi að hann hafi verið, sko, hann og Nicolas Cage hafi verið að sukka saman. Það var, oh my god, ég var búin að gleyma. Nicolas Cage er rauninni, sko, bad influence gæinn, sko. Ég var búin að gleyma því, maður. Það komið svolítið síðan að ég horfði á dæmið, sko, en vá hvað það var að fyndið, sko. Þegar hann bara, þegar hann var að segja þarna frá því að hann væri alltaf að fara í meðferð og öll fjölskyldan hans mætti ok, og svo var hann ok, fór í meðferð og svona, ég verði eiginlega að fara því að það er í Palm Springs þar sem ég var nú og ég hef komið þangað það var einhver bikini-keppni hann og Nicolas Cage var að fara dómar í bikini-keppni það var líka pældi, það er intervention seti fyrir þér, mamma og pappi og bróðinu alltaf, sko, og svo þegar Martin sín réttur síman það var að Clint Eastwood strákur og voru að get the train back on track og þú finnir hvernig Charlie lísti þessu, það var bara svona efinn svona, hvað eru þið að tala um sem leið Clint Eastwood tala um það var hann ok, ég kannski að fara í meðferð ætlar að fara að þræta við Clint þeir voru einmitt saman í mynd Rookie ágætis svona lögumynd, sko. Já, þetta var alveg ekki á svo líka bara hvernig þessi strákar alast upp, Sean Penn talar mikið í þessari mynd. Hann talar ekkert eðlilega mikið. Já, þetta er náttúrulega æskuvinni, sko. Hvernig stemningin, sko, Sean Penn og Chris Hayden Penn og Emily og Charlie Sheen bara alltaf strákarnir að leika sér að búa til home video. Já, mér finnst það svo skemmtilegt input. Við fengum að sjá svona myndböndin sem þau voru að gera. Þeir eru litlir. Það er svona að svipa hjá Val Kilmer, hann alltaf í sinni persónulega heimildamynd, þá var hann með rosalega mikið af svona vaffaðis upptökum, sko. Hann var líka alltaf að búa til bíó, sko, alltaf að gera bíó. Þetta var snemma beigist krókurinn hjá sem. En þetta er svo Sean Penn samt að ég þekkti hann ekki fyrst, hann er svolítið lifaður, sko, og var náttúrulega, sko, algjör brjálæðingur áður en að Charlie Sheen byrjaði, sko. Náttúrulega giftur Madonu og var náttúrulega fúll út í hann og bara batt hana bara við einhverja súlu heima og fór bara, skildi bara Madonu eftir bara kefla crazy man. Það er crazy, sko. Þetta var áhugavert og gaman að þessu þó að þetta sé rist ekki djúpt, en
Oddur, hvað ertu búin að horfa á? Herri, loksins spyrðið mig, það er bara 30 mínútur liðnar þessu hlaðarpi The Girlfriend á Amazon Prime Já. Holy shit, Já. þessi sería kom aftan á mér bara allir hlustundur right now, ég ætla ekki að spilla neinu að því að þú veist það er best að vita sem minnst en þarna er kærasta mín, hún Olivia Cook sem að leikur náttúrulega í House of the Dragon leikur drottninguna í græna liðinu í House of the Dragon Já. og svo Robin Wright og Robin Wright leikstýrir 3 þáttum af 6 Robin Wright Já, og þetta Sen þá gift Sean Penn en hún var það einhvern tímann einmitt, nákvæmlega tengingin maður og heyrðu, þetta eru thriller þættir og í stuttu máli þá bara leikur Olivia Cook þessa konu sem að kynnist þessum unga manni bara ung fólk og Robin Wright leikur mömmans og það gerist ýmislegt á milli þeirra og þetta byggir á bók sem þú kannski kannst við og ég átti svolítið, ég horfði á fyrsta þáttin í 3 atriðinum hann er svona svolítið langan klukkutími og þættinir eru cirka 40 til 60 mínútur en svo bara gerðist eitthvað eftir að ég náði að klára fyrsta ég tók bara allt í beit á einu kvöldi sko. Þú veist, ég bara ég var reyndar í vaktafrí og veist hvernig ég er í vaktavinnu og eitthvað en holy shit man, þetta kom algjörlega aftan þetta var ekki eðlilega spennandi ég hvet alla til að hlusta á þetta og svo svona skemmtileg lög í þessu líka sem er búið að splæsa inn gott svona soundtrack bara greinilega frábær bók bara greinilega mjög skemmtileg bók þetta var ekkert eðlilega áhört líka Robin Wright á hún leiki og leikstýri þú veist, það er svona ítir gefur þessu svona ákveði vægi hún náttúrulega tók nokkra þætti í House of Cards ég held að segja House of the Cards House of the Dragon, House of Cards þetta er svona sleeper hitter þessi séri þegar þú nefnir þetta, ég var búin að gleyma ég sá einmitt einhverju fyrirsagnar daginn þetta væri bara geðveikt, bara ógeðslega spennandi ógeðslega gott og Robin Wright er svolítið eignaður svona heiðurinn af því 4 stjörnur á Guardian og þetta er svona ég ætla ekki að spilla neinu en þú veist, það er ekki bara 1 sjónarhorn sem hjálpar það eru 2 sjónarhorn 2 konur, 2 sjónarhorn geðveikt, þú veist bara hvernig þetta er gert þetta er bara góða fréttur, allir hamingju með að finna eitthvað á Amazon Prime er það ekki? Nei, heyrðu The Boys Gen V er byrjað þannig ég er bara búin að vera fastur á Amazon Prime bara síðustu vikuna það er komið 3 þættir af Gen V eru komið 3? Já, ok, ég sá bara þetta verið byrjað, ég er ekki búin að komast í að horfa á þetta Nei. Og svo náttúrulega Alien Earth á Disney Plus það er ekkert eðlilega gott það er rosalega gott, það er 1 þáttur eftir sko. Já, 1 þáttur eftir núna og það er bara einmitt með líklega betra sjónvarpinu bara á þessu ári þeir þættir sko. geggjaðir og það er bara svona helviti góður tími eins og við höfum farið yfir og ég er að spá ég ætla að tilkynna nýjan lið á toppfólki ég ætla að reyna ég ætla gera þetta á Facebook hóknum okkar sunnudöfum, þá ætla ég bara að hafa seríur sem er að koma inn í þeirri viku skilur, er það ekki það? Smá þjónusta fyrir hlustendur mjög gott hvað varst að segja á Alien Earth, þetta er bara þetta bara er búið að fara fram úr mínum björtustu vonum sko. Ég átti ekki von á að Alien myndabálkurinn hefur nú verið svona Já, hefur ekki þetta er bara ofbáslega sniðut og snjált og ógeðslega gott vel leikið og spennandi og heiminu virkaður út og það aftur, þetta var núna í síðustu viku þessari, komst áttur 7 af 8 þannig að það styttist í einhvers konar endalóg og það við fengum bara chestburster bara John Hurt stæl bara svakalega sko. Nákvæmlega, nei þetta er bara þetta er algjörlega farið fram á mínum björtustu vonum og ég hef einhvern veginn átt svo er annar þátturinn, það er galið sem ég er búin að minnast á Chief of War sem okkar maður Sveinn Mói talaði ég er búin að vera að horfa á það er ekkert eðlilega gott líka okkar maður, hvað heitir hann Jason Momoa, hann sko er einn af handritshöfundunum og þetta er svona passion project hann mæntalega ættir að rekja þá til Hawaii og þetta er svona Game of Thrones á Hawaii gerist það á 18. og 19. öld áður en að hvíti maður svona almennilega kominn til Hawaii og hann er svona að reyna að samina ættbálkana og hann er okkar maður hvað heitir hann áttur Morrison sem að leikur Temura Morrison hann er alltaf ekkert eðlilega góður í líka sko og það eru frábærið þetta líka mæli líka með þeim en þeir eru náttúrulega á Apple Plus streymisveldinu og hverki sjónlegir hér talandi um Apple Plus þetta er ótrúlegt ég
er ekki búin að svona duglegur og þú að keep up sko með það sem er að gerast. Nýjasta Slow Horses bókin kom út í síðustu viku 9. Já, en það fyrir að lesa fyrstu 2 sem að ég á. Já, og þetta er Ertu búin að... Já, hún heitir Clown Town og ég lá svo á, ég sótt hana bara Audible. Já. Hlusta á hana bara á 2 dögum. Ertu búin með hana? Já, þetta er svo ógeðslega gott. Er þetta gott? Já, þetta er... En eyðilegur ekkert, þú veist að ég er nefnilega svona smá með þessar bækur að mér langar að sjá þættina, eða skilur. Já. Þú veist, mér langar að vita ekkert hvað er að gerast í þáttunum. Ég skilji, já. Þetta er samt að úrvíslan er þannig sko að þættirnir hafa alveg komið mann óvart og maður sé búin að kannski lesa bókina sko. En þetta er sem Clown Town, já, þetta er svo gott stöf. Þetta er það besta sem að ég komist í bókum bara lengi. Það er þannig það. Nema hvað, að ég var svo heitur eftir þetta að ég horfði aftur á fyrsta þáttin af Slow Horses í fyrstu serju. Ætlaði bara aðeins svona sakna Jackson Lamb. Ég tók alla seríuna í beit og er hálfnaður með seríu 2. Þú veist, ég byrjar að horfa aftur á Slow Horses frá byrjun. Ég er búin að vera í því núna á meðan ég á að vera að horfa á Þú ert bara komin á kaf aftur í Slow Horses. Já, sem er samt ágætt vegna þess að sería 5 er að byrja í næstu viku. Ég held að fyrst þátt droppi á Apple TV bara 2005 eða eitthvað slags. Já. Og dómarnir eru komnir einhvers staðar á nýju seríunni. Já, og það er svo besta að hinga til. Besta að hinga til? Bara allt sem hefur gert áður, sko. Holy. Og Holy, hvernig er það hægt? Þetta er alltaf alveg ógeðslega fyndin bók. Þetta er 5. bókin sem heitir London Rules. Á maður að fara að lesa þetta? Ég á fyrstu 2. Já, algjörlega. Ég er ekki búin að lesa sem er gali. Og ég veit ekki hvort að þú veist hvað London Rules, það er Moscow Rules er cover your back, London Rules cover your ass. Jackson Lamb segir þetta mjög oft sko. Og þetta, ég sagði nokkuð aðeins í síðast þetta Roddy Ho, hakkarinn er svolítið ábyrjandi þessu. Einmitt, ég tók þetta í trailernum sko. Hann er svo góður karakter sko. Já, og þannig að ég er núna að byrja aftur að hlusta á London Rules, lýsa að hitta mig upp fyrir þetta og þetta er eiginlega, þetta er svona mest, allavega af þessum fyrri bókum, það var mest pólitískur Mick Herron, hann gerir svolítið stólpagrína bresku stjórnmálunum og þetta er náttúrulega svona Brexit flippi í þessu sko og alveg bara þetta verður eitthvað sko, næsta serja. Ég get ekki beðið. Og það er alveg örugglega búið að ganga frá því að það verður gerð allavega 2 seríur í viðbót. Scary faktorinn er að Will Smith, ekki Will Smith heldur annar Will Smith sem hefur skrifað þetta og verið showrunner, hann er að hætta. Þannig að það verður nýr showrunner þá væntanlega frá með seríu 6. Okay. Það ætti ekki að koma sög fólk heldur áfram að vinna. Já, við vonum að sé einhver harrasettur sem er svo sami sem að velur þá vel. Já, og náttúrulega bara Gary Oldman er ómótstæðilegur í þessu hlutverki. Er hann búin að fá okkur velun fyrir þetta? Nei, hann er alltaf að vera tilnefnt til Emmy. Þetta eina sem að Erum við eitthvað búin að ræða Emmy? Nei, við getum það ekki. Það er vera viku gaman. Ég held að Slow Horses að fengi 1 Emmy velun. Það var held ég fyrir eitthvað handrit og svo var líka mjög gaman að sjá að Andor þátturinn með ræðun hennar Mon Mothma var velunaður fyrir skrif líka. Já, á þessu Emmy. Annars var við enda á þessum síðustu vestu. Já, Emmy var samt alveg svona næstu í bæði bók allavega. Ég man að þegar Kolbrún Bergþórsdóttir var gestur okkar að tala um Adolescence. Já. Þá lýst hún bara yfir að það var eitthvað mikið ef að þessi sería myndi ekki sópa sér Emmy velunum sem hún gerir. Já, við minnum einmitt á það ef að getum við nú verið með bæði fyrir gamla og nýja hlustundur að þættirnir okkar eldast eins og gott vín. Já, þeir eru alltaf að gera að skrolla niður fyrir þeir að fara út að hlaupa eða keyra ykkur í langferð eða setja í ógeðslega stóra þvottavél og svo framvegis og taka þvottin út að skrolla niður Spotify eða Apple Podcast eða hvað sem þeir að hlusta á gamla þætti. Ekki samanlega tótt? Jú, algjörlega. Ok, og já, svo bara svo ég klárið Slow Horses að hann er það var þáttur 91, sorry Adolescence 91, já. Nei, þetta er svo skemmtilega personur í Slow House undir sátar Jackson Lamb nema þetta er svona Game of Thrones þú getur alltaf óttast eiginlega personunar og í þessari 9. bók þar er bara skella hurðir nærri bara dýrmætum hælum sko.
og hann segir hérna Mick Herron að hann sé bara þannig og þetta sé þannig, hann getur bara drepið þá sem hann sýnist sem ég held að sér í etnum að hann getur náttúrulega ekki, ef hann drefur Jackson Lamb þá var hann búin að drepa þetta Sko ég verði eiginlega að lesa þessa bækur sko ég með í maganum svona, mér langar að skrifa svona íslenska njósnabók sko. Ég ætti kannski að segja að þegar nú mun einhver gera það og stela þessari hugmynd sko. Classic face þannig að við eyðum þessum út en hérna, ég er bara alþjóða stjórnmálafræðingur þú hefur bara ekstra gaman að lesa það er svona loose politík Ég er nefnilega ásað erfitt út af þáttum þú veist eins og fyrstu tvær ég keypti það sko, ég keypti það á Amazon ég var bara ég ætla að lesa það svo bara eitthvað ég veit það en það er líka það sem hefur svo dreigð úr mér að ég bara ég veit hvað gerist skilur við kannski veist ekki alveg hvað gerist nei, einmitt, þetta er ruglandi sko þetta er ruglandi herðu, jó, svo fórum við eitthvað í bíó ef við ekki að ræða það ég minnst smá gali, ég ætla að minnast það ég ætla að skamma okkur hérna núna við myndust náttúrulega á Uglu Hauks og Alien en við myndumst ekki á hann aftur þegar við tölum um Alien sem er galið en hérna, viltu vita hvað maður finnst það? Eldana? Já, hvernig fannst þér eldanir? Ég ætla að segja þú veist að ég á alltaf í svona smá skrýtnu sambandi með íslenska myndir kannski svona, við erum alveg að koma í baki á okkur þá var verið að frumsýna í þessari viku síðustu viku Eldana sem að byggir á samnefndir í bók eftir Sigríði Hagalín sem kom út held í 2013 og gerði stormandi lukku og segir frá agalegum hamförum sem að fylgja í kjölfar skjálfta á Reykjaneskaðanum þessi bók kemur út áður en að það fer að gjósa á Reykjanesi þetta er ótrúlega hún skrifar þetta bara eiginlega inn í nánustu framtíð ég nefndi náttúrulega hérna fyrir 2 vikum að þetta verður svolítið eins og gera mynd COVID þú varst með too soon áhyggjurnar ég var með too soon áhyggjurnar ég hef aðeins kannað þetta og þau sko plani var að gera þessa mynd áður en að það fer að gjósa sko. Skilur við og þau eru svo að hérna, hvort þetta var að þau hafi tilkynnt að Ugla Hauks myndi til leikstýra þessu bara sama dag og fyrsta eldgosi hefst sko. Það var eitthvað þannig að ég hef ákveðna samúð með kvikmyndagerða fólkinu en svo á saman tíma velti ég fyrir mig sko, kannski er fólk ekkert komið með neitt nóga eldgosum fyrir utan náttúrulega grindvíkinga sem hafa þurft að þola þetta á eiginskinni og svo þú veist eins og við fjölmiðlafólk sem er alltaf að fylgjast með fréttum kannski er venlega fólk á Íslandi bara til í þetta af því að þetta plott að það byrja að gjósa á Reykjaneska og þessi aðalpersóna sem er aðalpersóna í myndinni og nú bara við tölum þessa mynd hispurslaust munum spilla, þú veist eins langt og þannig þráðurinn er nú nokkuð vel þekktur þetta er alltaf gríðarlega vinsæl skáldsaga og bók þetta er jarðvísindakona sem er í aðalhlutverki þetta er svo sensational þegar þetta kemur út þetta er geðveikt sjá Siggu Hagalín þetta er ótrúlega sniðugt og bara geggja dæmi svo náttúrulega gerist þetta bara hvernig þið grunað það en gerist náttúrulega aðeins öðruvísi í þessari bók og þessari mynd þarna byrjar að gjósa út í sjó sem er náttúrulega alvöru dæmi og svo gerist þetta miklu hraðar þetta fer alveg að stað og hérna ég ætla bara að segja að þessi mynd komir á orð ég bjó mig einhvern veginn undir það versta því ég er náttúrulega, þú veist búin að skrifa mjög mikið af þessum eldgosum í fréttum og farið á vettvang og núna í vinnunni og svo framvegis og ég held, þú veist, maður er komið á ákveðin gosleiða það kom ekkert svo mikið að sög út af því að bara mér finnst þetta skemmt sérstaklega fyrirpartinu fannst mér frábær algjörlega frábær og hérna sko að vera með þennan danska stórleikara Pílo Esbeg sem var náttúrulega frábær í Borgen frábær í Game of Thrones sem Greyjoy durturinn Euron Greyjoy og hann er ekkert eðlilega heillandi og og mér finnst leikarnir líka komast vel frá þessu ég las nú eitthvað dóm eftir þig á Vísi pældi því ég er löngu hættur þá var ég bara kallaður út til þess að skrifa dómum þessa mynd fyrir Vísi hvers vegna var það? Það er nú því að ykkar frábæri kvikmyndagagnandi Magnús Jákum Pálsson og vinur Potsins og bara, ég heldur bara besti bíógagnandi sem hefur komið hér fram síðan að bara ég var að byrja sko
hann svo byllandi vanhæfur að hann varð að sitja hjá systir hans leikur aðalhlutverkið Önnu Arnardóttur eldfjallafræðing hún Vigdís Hrefna Pálsdóttir það er alvöru tengt já, nákvæmlega sko, mér fannst nefnilega ég kemst eiginlega ekki við það sem að þú bendir á í gagnrýni þinni er ekki gott að ég segi það sem þú sagðir í gagnrýni þú bendir á að hvernig samræður skrifar í handritinu já, samtölin, já. Svona koma svolítið held ég alveg bara líka beint af þau eru svolítið síðan bókarinnar sko. Þetta er alltaf þetta er svolítið oft svona það ekki í íslenskum bíómyndum það er svo við eigum erfitt með að koma bara því hvernig Íslendingar tala og eigi samskiptum á bara mynd skilur, þú veist á þess að gera þetta einhvern veginn furðulegt sko. Og það kemur svolítið og sérstaklega mitt eins og þú segir eins og með hana vitið sem er aðhlutverki það er erfitt að díla við það sko. Mér er svona sum samskiptin svona skrítin sko, svona já, en myndin sjálf ekkert eðla flott og svolítið sko, mér finnst atburðarásin sérstaklega sko seinni part myndarinnar rosalega hröð gerist rosalega mikið í einu og rosalega mikið svona verður myndin og svona endar þetta og svona, þú veist, einhvern veginn ég veit ekki alveg, ég hef aldrei búið til bíómynd ég er bara sofa sérfræðingur sko en öll umgjörðin að þeim hafa tekist að gera þú veist, þau eru náttúrulega líka heppin með myndefnið bara þau eru með alvöru eldgós þetta er ógeðslega flott og brjálega tilkom ekki sko, þú maður búin að horfa á þetta nú í sjónvarpinu á og til í mörg ára og þú ert búin að vera með nefið á kafi í þessu rauni og þetta er náttúrulega að sjá þetta á breiðtjaldi er náttúrulega alveg klikkað sko. Alveg klikkað og og hvernig mér er svo flott líka og ég hugsa þetta þegar það eru að eiga sér stað og bara aftur við erum við spillum og whatever en þegar er að eiga sér stað undir lokmyndarna stærstu, mestu hörmungarnar að það gís allt einu bara í útjaðari Reykjavíkurborgar sem er ógeðslega nett mér fannst þetta svo vel gert þegar hún aðalpersonan er að leita að fjölskyldinu sinni og er í einhverju fjöldahjálparstöð og mér sýndist þetta að vera tekið undir bara bílaplaninu bara sko fyrstu hæði bílakjallara í Kringlunni mér sýndist það, ég veit það ekki selja ekki dyrinn geta í bókin er þessi hjálparstöð í Smáralind já, ok, já en ég veit ekki þekkja mig í fórum kjallaranum en ég hugsa bara, þetta var svo vel gert að því að þú veist hvernig bara allt var, þú veist, ég get ekki lýst þessu að ég er svo lélu, þú veist, ég er ekki sérfræðingur, ég hefur ekki búið til mynd en ég hef aldrei séð bara svona fjármuni og svo ógeðslega vel nýtta í íslenski bíómynd sko. Skilur, þetta var svo fáránlega flott og ég keypti allt sem var að gerast þarna og ég keypti að þegar þau voru svo á mótorhjólinu þú veist, að þegar þú ert bara með ákveðið budget þetta er íslensk bíómynd, maður veit að þetta er ekki Hollywood framleiðsla, þau eru ekki með þú veist, 200 miljardar bandaríkjadollara skilur, þú veist, get ekki bara gert allt sem þau vilja á CGI allt, það var fáránlega flott þannig heilti var ég mjög ákveður þú veist, ég átti mjög skemmtilega þessi ástasa ég náttúrulega hafði ekki lesið bókina ég vissi ekki af þessu, mér fannst þetta mjög skemmtilegt ég keypti þetta að hún væri svolítið óhugmyggsum í þessu sambandi og bara það mér þannig að það sé sagt, þá fannst mér að vitis sko aðalleikonan bara hún skilaði því mjög vel af sér sko, hún væri svona ekki alveg þú veist, hún væri married to the job sko, þú veist, gift starfinu sinu mér fannst hún gera það mjög vel hugsaði vissulega söguna bara þetta væri bara vanræktasta barn allra tíma dóttirinn, það var bara enginn að spá þessari dóttur sko. Og svo hérna hann Jói heitir hann það ekki sem að leik mannin kokkalaga mannin eins og þú listar nú hvað hann leik það vel hann er náttúrulega rosalega góð bara, þú veist, holy, sko, mér fannst hann bara ekkit eðlilega góður, hvað, þú ekki fá hann kjóðun og kissa hann á hálsin og hún alveg, þú veist, og hún gerir það líka mjög vel sko, svona allt sem snera því sko og það var líka mjög vel gert að því að yfirleitt er svona kokkala eiginmaðurinn er oft náttúrulega svo óbærilega leiðilegur og þú átt alveg að skilja auðvitað er hún að halda fram í hann svo glata en þetta var bara svona venjulegur bara ljúfur bara gæti ekki bara sem ég allir sett sér í þessi spór það var bara svona, það ekki allir vera hann þreita í sambandi og whatever og svo fannst mér einmitt
þessi fundir alltaf þetta ráðgjafaráð sko, sem að voru að funda almannavarnir ég veit ekki hver þetta átt að vera þessi ljósara kona átt að vera fulltrúi ferðaþjónustu hún hefði ígildi Jóhannesar útskýrara hvað með ferðaþjónustuna, þetta var ekkert eðlilega, þetta var ógeðslega skemmtilegt og svo náttúrulega klappaði ég þegar Sigga Hagalín birtist Kastljósi. Það var ekkert eðla nett sko. Það var mjög nett sko. Ferlega gott svona tækifæri fyrir svona Hitchcockian cameo að höfundur bókarinnar geti bara leikið sjálfa sig sem fréttakonu. Nei, og ég mér finnst svona stærsta spurningin sem situr eftir það var ekkert ægilega mikið af fólki í bíó bara í alvegni og að því maður heldur alltaf með íslenskri kvikmyndagerð Ugla Hauksdóttir, ég manna, wow, skilu og þessi leikar, bara topp leikarar, skilu það var allt bara í freka miklu orten en sko mér finnst stærsta spurningi sem að ég velti fyrir mér er bara, grændi þessi mynd á þessum atburðum á Reykjaneskaga eða ekki? Ég held ekki, ég held að þessi atburðir á Reykjaneskaga hafa skemmt fyrir þessa mynd sko ég veit að þau gáttu nota alvöru myndefni af alvöru eldgosi, ógeðslega nett en það dregur sensationalisman úr sögunni að þetta var svo sensational það hafði ekki gosið á Reykjaneskaga 800 ár þú veist þetta var geðveikt plott hjá Siggu Hagalín enda líka samt náttúrulega miklu meira og alvarlegra, þetta hamfari sko alvöru fyrir utan það er líka gott að einmitt taka það fram grindvíkingar þurft að þola þetta er hræðilegt sko en ég held sko ég held að þetta eiginlega ætti ekki að letja fólk til að fara í bíó fyrsta lagi náttúrulega er þetta byggt á þessari gríðarlega vinsælu skáldsögu og þannig að allir sem að lásu þá bók og höfðu gaman að þeir hljóta náttúrulega mæta og sjá hvernig þetta kemur út á tjaldinu og þetta er náttúrulega ég benti nú á það þarna og vísi þetta er ofboðslega svona vönduð og velgerð aðlögun og þetta er mjög svona þetta er alls konar hlutum sleppt og breytt náttúrulega frá texta Sigríðar Hagalín en samt ofboðslega svona bara vel gert og snjallar í rauninni svona útfærslur fyrir þetta náttúrulega styrð samtöl einmitt, er ég alveg crazy og kannski er þetta allt og dramatísk fullringar en þú veist, þetta er mögulega svona einmitt best gerða íslenska mynd sem ég sé er það ekki? Svona, jú þú ætlar að vera með hamfarir í Reykjavík hvernig tókst að þú veist, nota budgetið í þetta sem við gerðum bara fárlega vel gert mjög skynsamleg vantarlega notkun á budgeti og náttúrulega hljóðheimurinn tónlistin, drunurnar og allt þetta er fengilega vel gert brá, og það var salnum brá þegar voru þessi jarðskjálftar sem var líka bara fálega vel gert en ég held sko að sem sagt, þú ætti að vera komin bara með innbyggðan svolítið stóran áhörfundahóp bara í gegnum bókina sko. Og svo á þetta náttúrulega bara þá að vekja forvitni ef þú hefur ekki lesið bókina en þú ert búin að vera að fylgjast með jarðskjálftum og eldgosum í 4-5 ár það og líka að því að þú tala sko leiði, eldgosa leiði þetta er ekki eldgosa mynd þú veist, þetta er ekki Volcano eða Dante's Peak eða eitthvað þannig dæmi, þetta er náttúrulega bókin heitir nú hvað eldarnir ástin og aðrar hamfari sko, þetta er náttúrulega ástarsaga og þetta er ástarsaga, já bara manneskuleg saga bara manneski sem eiginlega bara sko er borin ofurliðið af tilfinningum sínum og það finnir líka hvernig þetta er í syngi geðslaga hennar og svona það sveiflar svolítið með skjálftunum og jarðhæringunum sko allt fyrir landskotnas og öllum vígstöðum sko. En þannig að við förum sko í alvöru höskuldar viðvörunar bara landsvæði spoiler territory eins og maður segir sko hvernig endaði mannstu hvernig bókin endaði þegar núna enda myndið þannig að hún finnur dót sína maðurinn er látin við skulum bara segja að þetta er mjög svipað þetta er eiginlega sami endurinn samt með tvisti og svona hvernig var bókin? Manstu það? Manstu hvernig bókin endaði? Já var það eins? Já, eiginlega sko hver var munurinn? Eiginlega engin þetta er kannski aðeins svona aðeins opnar og óræðara í myndinni heldur en í bókinni en þetta náttúrulega endar með skelfingu og svona einmitt sko og þetta er tempóið í myndinni er eiginlega alveg það sama í bókinni hörmungarna dynni ekkert yfir í skáldsögunni fyrir en bara það er mjög liðið á hana sko sem svo þarna þessu
ég nefndi hann líka sem dómi að kannski einhverjir sem hafa ekki lesið bókina sem halda sig að fara einmitt á eitthvað Volcano, Dante's Peak eitthvað svona stórslýsamynd sko, það sem að þú færir 10 mínútur til að kynast persónum og svo bara fer allt til helvíti sko. Þetta er ekki þannig mynd en þetta er náttúrulega samt hamfaramynd einmitt og hamfarirnar og náttúran er náttúrulega bara svona bakgrunnur fyrir bara óbúslega svona átakanlega hlýja fallega ástasögu þannig að þetta er bara allt svona, já, meir og minna bara tekst þetta ótrúlega vel að skila skáldsögunni í bíó, þetta er flókið þetta er líka þetta er fyrstu persónu frásögn í bókinni, já. Og það er oft helviti trikki sko, ef þú ert ekki bara með hreinlega bara sögumann eða voiceover sko, það er þú ert og einhvern veginn þá kemst ekki jafn mikið kannski inn í sálarlíf. Hefðu þið þurft voiceover? Nei, ég held að það sé alveg bara nón út í dag sko, það virkir nú alveg stundum. Hvers vegna er hann að tala svona við mig? Ætla hann sé ástfangin af mér? Hver veit? Þetta er alls og einmitt svona gegnum sneitt, þetta er bara ofbúslega góði leikarar sem einhvern veginn tekst að einhvern veginn bara selja manni og láta mann einhvern veginn ná tengingu við persónar ekki með miklum ekki með svona einhverju orðagjálfri eða mikil fyrirhöf sko, bara svona einhvern veginn finnst þú bara alveg að vita hvernig fólk þetta er algjörlega, þannig að allir eiginlega líka njóta samúðar sko, það er engin svona skurkur hann er kannski náttúran Daninn Daninn er svolítið iffi en ofbúslega sérfænandi, hann gerir þetta rosalega vel Píló, Asper maður þarf að horfa á Bóen aftur sko, Borgin maður geðu ekki þættir þannig að þetta er nú bara býsna góð mynd og eins og þú segir öll umgjörðin og allt er helvíti vel gert fálega góð alveg fálega góð gott stöf þannig að við bara, þú veist, eins og ef það eru eitthvað hlustendur að, þú veist, þetta er alveg verið það sem hún í bíó. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega alltaf svolítið jesku klísja þessi myndi, hinn er þannig að þú verður að sjá hún í bíó, en það er náttúrulega no-brainer að þú færi mest út úr eldunum með því að sjá hana í almennilegum bíósal á stóru tjaldi, sko. Það er bara þannig. Þú veist, þetta er ekki, þú fer ekki að horfa á þetta í símanuðinu með konum við rúm, ekki eins og þú, sko. Akkurat. Kannski flugvél símanum í flugvél það er eitt best staðan til að horfa á myndir svo líka held ég að þetta sé líka þannig mynd að það er hægt að horfa á hana oftar en einu sinni þetta er allt óbúrslega útpælt svona sviðsetningin og svona rammar og hvernig að andstæðum er stilt upp hér og þar bara í myndmálinu sko. þetta er safaríkt myndmál mjög og svo bara, svo líka bara leikarnir þetta er náttúrulega svo versera mannskapur, þessi bara Ingvar sko leikur pappinar þetta er náttúrulega svo pappastelpa, hún fer í jarðfæðina eins og pappi sinn sko og hann er lengur dáinn, hann er í flashbökkum pínlítið hlutverk en sko hann er með svo mikið gravitas þessi maður, Ingvar, það er bara, ok Ingvar er komin ég er ennþá hugsa það þegar ég ákreita hann eitthvað likla í láshúsinu hérna fyrir mörgum ára síðan sko það var geggja sko það var bara hápunktur lífsmis þannig að þetta fær bara eindregin meðmæli fólk hætti að drifa sig hún er hérna í ansi mörgum sölum í Reykjavík þannig að það er ekkert mála að skella sér nákvæmlega annað í bíó það var að byrja held ég bara í gær þetta The Long Walk sem er byggð á einni Stephen King novellunni þessi gæði hættir ekki nei, þetta er þetta eldgamalt sko, þetta er eina Bachmann bókunum er ekki allir að tala einhverja nýja bók eftir hann eða? Eitthvað 11, eitthvað 63 Nei, hún orðin fyrir eitthvað gömul En hún orðin gömul? Það voru gerir þættir byggður á henni með James Franco áður en hún var cancelað sko. Þetta er maður sem að Hvað er að frétta James Franco? Ekki neitt Þetta er maður sem að getur ferðast aftur í tíma og reynir að koma í veg fyrir morðið á JFK þess vegna er dagsendingin 11 eitthvað 6 Er bókin góða? Já Hann var að lesa hana? Já hann er góður. Nei, The Long Walk, Mark Hamill er þar skurkur og þetta er frekar svona erfið og löng novella, þetta er eitthvað svona Hunger Games, ungir menn látnir ganga þangað leið þetta niðurdauðir.
Herru, þessi mynd að fá frábæra dóma þykir með bara besta sem hefur gert eftir verkum Stephen King. Já. Hann líka flottur leikarinn, hvað heitir hann, Cooper Hoffman? Nei, David Johnson. Já. Hann með, hann leik í Alien Romulus. Já. Við tölum um hann með íslenskt nafn. Já. En alls ekki íslenskur. Nei. Heyrðu, svo held ég að það átt að vera að byrja líka seint síðar hafi hún verið að detti í bíó The Life of Chuck. Hún gerð eftir frekar nýlegri smásögu Stephen King. Já. Mike Flanagan hryllingskongurinn á Netflix sem gerði Haunting of Hill House og Midnight Mass og gerði Dr. Sleep myndina Shining framhaldið og Gerald's Game fyrir Netflix. Hann leikstýrir og þetta Tom Hiddleston leikur Chuck og þetta var svolítið svona undarleg novela sem kom út fyrir nokkrum árum og ég átti svolítið erfitt með hana þegar ég var að lesa hana. Þessi mynd frábær. Hún frábær. Já, og það ég tekið eftir því á Facebook það mikið að fólki búið að pyrjast yfir í hvenær og hvort hún kom ekki örgli í bíó í Íslandi og hún að koma, hún komin að streymi úti sko. Það var langt síðan að frekar langt síðan vaksmið sín sko. Já, okay. Þetta bara eiginlega einn besta mynd sem ég sé á þessu ári. Í alveg? Ógeðslega lúmsk. Þetta einhvern veginn Life of Chuck. What? Þetta var óbóðslega falleg, mannleg saga með öllum helstu einkennum Stephen King. Ok. Þannig að maður áhra. Já, og það er það er voice-over inni, það er svona narrator sko. Og það bara þegar hann byrjar að tala þá bara maður djúvill skrifar hann sem að fallega texta sko. Holy shit. Og Hiddleston náttúrulega, allir elska hann, geggjumynd, þannig að ef hún komin þá drífa sig. Svo bara rétt í restina, við sáum trailerinn að þessari mynd saman þegar við fórum að sjá Caught Stealing. Þetta Him íþrótta hryllingsmyndin sem svona prodúserð af okkar manni honum Jordan Peele. Nú þessi mynd komin þú er búin að sjá hann trailer áður og nikkaðir í mig að ég að fylgjast með. Já, fyrir svona slegin samt þegar ég sá hann í annars. Þetta íþróttamynd sem hryllingsmynd sem ótrúlega, þetta frumlegt. Já, þetta svo frumlegt að mér finnst þetta bara sko skeri. Og aftur eru hryllingsmyndar alltaf einu myndar sem kvikmyndagera fólki, eina fólki sem þorir að prófa eitthvað nýtt. Já. En þetta eitthvað, allum sé bara fálega góða. Ég veit að bara tjekka á henni. Herru, svo í næstu viku 20. september, þá kemur One Battle After Another Leonardo DiCaprio hjá, hvað er það, Paul Thomas Anderson. Er það ekki sér þáttur? Jó, ég held að sko bara þessi mynd lofuð í hástert út allt. Það bara allir alveg að missa sig við hvað þessi gott stöð. Og ég sá trailerinn á undan eldunum. Það lofar þvílít góður sko. Lofar góður. Alveg ótrúlega. Svolítið svona gauðra mynd sko. Það ekki. Jó, kannski. Það ekki. Herru, já, bara eitt. Ég alveg blálaginn eða þú nú svona hrættur hryllingu svona. Varstu þess að ekki hrættur varstu búin að horfa á eldana? Hefur ekki áhyggjur af ef þetta myndi nú gerast í alvörunni? Sko, scenaríóð alveg skeri. Scenaríóð ógeðslegt sko. Þetta bara við búum á virku eldfjallar bara að gjósi sko við 11 það náttúrulega alveg bara viðbjöður sko, það ógeðsleg hugmynd sko. Ég bara þannig barnalegur að maður bara greifur þetta og maður nei, þetta er eitthvað rugl og líka þegar við vorum að tala um að það var eitt stórt kveikgól undir Reykjaneskaga, ég bara, heyrðu, nei, þetta er ekki aftur allir vita þessi góðskerfi eru ekki tengt. Nei, þarna við komin út í skáldskap, sko. Já. En, sko, ég búin að heyra frá því að barn alltaf býðið bara eftir stóra suðurlandskjálftanum, ble, en pældi þetta ekki við bara, ok, fuck. Ég talaði nú einu sinni við, sko, landfræðing sem að gerði bara lokaverkefni sitt og landfræði tengist einhvern veginn þessu sem gerir bara lokaverkinu sitt hraunreynsli í Hafnarfirði. Það er hraun út allt í Hafnarfirði og Garðabæ sko. Það er ekki af því að það er út af því að það er gaus einu sinni sko. Þannig að þetta er möguleiki og þessar hamfarir bara eins og í Grindavík bara að sýna okkur að það er allt hægt. Þannig að við þurfum bara að vera þetta er nýr veruleiki og en maður bara eins og með áður en þetta gerist í Grindavík maður bara trúir þessi svo gerist þetta bara. Það er líka held ég þetta er skáldskapur og allt það en það er þarna raunveruleika tenging og það er svona möguleikin gefur svo svolítið svona aukin slagkraft. Og eins og núna þá finnst mér alltaf óþægilegt þegar það er ekkert góðs í gangi og þegar maður veit ekki hvað það kemur næst
og svo róast maður alltaf niður þegar það byrjar aftur skilur við eins og síðast, þá vorum við mjög heppin með staðsendingu, Gossins það var á frábærum stað og hérna raun reynsli var í á góðum stað, í góða átt frábært fyrir ferðarþjónustuna og landkynningu akkurat, ég fór hann einmitt með vinnu mínu þegar það var að deyja eldgosi, það var umulega ganga sko. Mjög svona auðvitað að fóbrjóta sig í þeirri gangu sko. En hérna það alltaf smá svona kvíði í manni sko, þú veist bara hvar kemur þetta upp næst skilur af því að þú veist þeir alltaf að tala jarðfræðingarnir bara, já nú þetta búið þú veist að núna hinnan búin hinnan í Sundhnúka gefur rauðinu, hún búin maður alltaf efins sko þú veist, maður eins og við vitum ekki neitt þetta líka það þarf ekkert mikið að gerast þess allt farið í fjandan sko samgöngur, hrynja, vegakerfi fer rafmagnið, símasambandið sko þetta er skeri Þetta er skeri og á þeim nótum þá kveðum við ykkur í góðum gýr vonum eitthvað líður vel nei, það nú föstudagur, ætlar ekki að gera eitthvað skemmtilegt helgina? Nei, ég manna það ekki ég plana alltaf aldrei neitt sko. Hlutinir er bara að gerast Ég er að spáði að reyða mig og drakka áfengi hver vel saman Það ekki ég? Hjá 5 í dag í þessu ógeðslega kalda umlega veðri bara búðu undir meira því sama og ætlar að halda áfram að hlaupa það hlýnar ekkert á næstinu það hlýnar ekkert sko maður þarf að ég er ekki komin í hennan hultgýr Tóti, þú veist, það er mánuði síðan það voru 30 gráður hérna sko. 20 gráður þetta er búið að gerast í alvörunni bara kalliði með barn ég man aldrei hvernig ástíðina virka þetta er búið að gerast miklu hraðar en með grunnaði sko. Þetta er búin að svona öðru sér taktur í sumrinu og haustinu Ég held að september yrði hlýri Það var geggjað hérna daginn Já, ég held að þetta bara halda áfram Ég held bara að þetta myndi halda svona áfram svona í oktober Fram á Halloween Oktober, þá held ég að yrði svona fyrsta 5 gráðu feels like zero sko. Þú veist, ekki svona sko. Ég var krakki þá var ég bara sko hvað við snjó bara í oktober, snemmi í oktober sko. En það málega Jesus Christ, þetta er náttúrulega ekki lægi sko. Þegar ég var 17 ára að keyra galantum minn þetta er keðjur undir hann til þess að komast upp í MK úr greinigrundinni bara aftur hjólaldur í bíl bara það var nagla undir dækjum að negla nei, ekki segjast þetta negla þetta er alltaf kansilegar það var bannað það er svo vont fyrir hérna Sviðríki Nei, sko, ég fórnalamb í þessu máli Tóti, ég keypti bílum minn á Selfossi og þar var hann á nöglum og ég hef alltaf verið á nöglum síðan og það er amazing að vera á nöglum? Já, það er bara kannski svona 3 dagar á vetri kannski vika þegar ég var ungur fátækun ásmaður að keyra galantinn minn sko, þá þurfti ég að vera með negld eða á keðjum og svo þegar kom vor sko, gæti ekki keypt nýtt dekk þá þurfti maður að fara út taka dekkin undan og vera með lítið skruðarn og plokka naglana úr dekkjunum sko. Ekki læg þetta týðkast ekki í dag en ég ætla að vera mikið á hjóli Tóti, bara þannig að veitur það Er það ekki gott? Herru, við minnum bara á þökkum Rekus fyrir að hýsa okkur Rekus.is, alls konar þjónusta stórgóða fyrirtæki býður upp á Rekus.is Ég held að Tómi vinur okkur, hann átti afmæli í gær til hann ekki afmæli Tómas, hann var 55 ára Ég sá hann var bara á Skagaströnd að gera hvað? Opna nýtt Rekus Það er ekki bær sem ég ekki komi í á Íslandi, það sem er ekki Rekus Pældi í Ísra þjónustu Herru, ég er alltaf komin í einhver rosa hóstakast Herru, verið sæl heyrumst í næstu viku